komið að næsta atriði og það svona nýjung hjá okkur þegar við höfum litið tilbaka yfir liðin 5 ár að þá mér virst það einhvern veginn þannig að það við fengið fullt af gestum og viðmælendum að þeirra hafa verið á öllum aldri og þó einhvern veginn er eins og yngsta kynslóðin hafa nú ekki heyrst mikið í henni en þeir eru dyggir stuðningsmenn okkar hér og ég fór þess vegna, fekk börn úr Ísaskóla 5 og 6 ára gömul til að spjalla við mig, ég lagði svona spurningar fyrir þau lífið og tilveruna og ég held að sé rétt fyrir okkur sem teljum okkur vera orðin fullorðin að hlusta einmitt á unga fólkið á þessum tímum því að svörin þeirra þau eru einlæg og bein og þau vita hvað þau vilja ef ekki bara hlusta, gjörðu svo vel. Hvað langar þið mest í ef að þú mætti nú ráða? Þegar ég er stór. Já. Mann. Það er vinn minn, hann heitir Sveinn Skorri, en hann hættur leik við mig. Nú? Ég skil þetta ekki. Hvað ætlar að verða þegar þú ert orðin stór? Það veit hann ekki. Kannski hvað þetta geta aftur hana fornleifafræðingar eða... Fornleifafræðingur? Já. Hver er uppáhaldsbókin þín? Sem ég get lesið sjálf. Já. Ég vil ekki fara að hátta. Veitum það? Já. Okkur er ekki fara að hátta? Ég vil alveg fara að hátta. Karen, ef að þú mætti nú alveg ráða. Já. Í hvernig húsi myndið þú vilja heima? Fallegu. Hvernig á það að vera? Með steinum. Með kringum. Og einni hæð? 2. Ég fann mér ruslið út. Ég skora gólfið. Og ég pússa lampunum. Og hvað gera það eiginlega pappa og mamma? Þau eru aðalega mest í vinnunni. Áttu eitthvað leyndarmál með pappa sem mamma veit ekki? Ég á leyndarmál með Kristjáni sem pabbi veit ekki. Og ég segi það. Já. Ég keyrði einu sinni bíl með Kristjáni og hann var svona með bremsurnar og það. Já. Og þú keyrði? Já. Og hefur ekki sagt pappa? Nei, bara mamma. Hvað myndirðu gera við peningana? Ég veit ekki. Það þýðir ekkert að vera ríkur. Hvaða matur finnst þér nú góður? Eftir að hamborgari, pizza, pulsu, makrónugrautur, saltfiskur eða bara venjulegfiskur. Með hverju? Með hverju? Tómas og svo kartöflum. Veistu það er döðu minn sem sagði mér svo með brandara. Þegar einn tómat fór út í kvöld og banana og bíll keyrði á og búið. Og hvað? Og ekkert annað. Og búið? Já. Erst þú nokkuð á þau stundum? Nei. Er það alveg viss? Já. Og svo? Bara stundum. Já, býttu hvað gerur það? Ég er bara að gleyma það svo langt síðan. Það er svo langt síðan það að þú bara tekur ekki að muna það. Já, af því ég var bara sko því ég var 4 ára. En þú ert nú, Guðný, þú ert nú aldrei óþekk, er það? Jó, stundum á kvöldin. Nú, hvað gerur það? Ég stundum ekki fara að sofa. Er það? Hvað er að leiðilegasta sem þú gerir? Að Sverrir kissi mig. Sverrir er alltaf að reyna að kissa mig. Okkur færðu ekki págögg? Mamma leyfir það ekki. Nú? Mamma segir að það kemur svo mikil fíla. En skemmtilegast. Þannig er ekki að kissa mig. Hvað er það að synda? Já. Ég syndi betur undir í kafandi en uppi. Og ertu ekki með kút? Jú,
En ekki þegar fyrir að kafa. Veistu hver er Davíð Oddsson? Já. Hvað er hann? Það er maður með krullótta ár. Hvernig vildir þú hafa þinn kennara? Hvernig á hann að vera? Bara mjög jákvæður eins og hann er. En hvernig myndur þú vilja hafa kennaran? Ekki rukkóta. Við setjum hvað á milli báðurna og þegar aftur eittur þá lokast hurðin. Eins og það er drauga heimili. Og þegar labbaður áfram þá kemur maður svona á. Ef að þú mættir ráða sjónvarpi í einn dag, hvað myndur þú þá sýna í sjónvarpinu? Ha? Þig. Já, þetta var greinilega skynsam stúlka. Tók sinn tíma að fá þetta út.